En við byrjum á þeim Margréti Pálu Ólafsdóttur, skólastýru og Halldóri Einarsinni, iðnrekanda, sem ætla að fara við fréttir vikunar með Jóhannu. Já, velkomin bæði tvö. Við erum bara að byrja hérna, velkomin bæði tvö og gaman að fá okkur í kvöld. Takk fyrir boðið. Já, þess að ég var alltaf fyrir með kvöldinu, sko, mér langaði að heyra í ykkur fólki sem að, sko, já, ég veit ekki, þér og ykkur fægin en með margra áratugar reynslu, svona bæði bara lífinu, tilverinu og vinninu og öllu. Og Margrét Pála, þú varst ekki á þessa bók, til hamingju með hana. Já, takk. Það var glæsi útgáfu í gær og heilmikið að vera í kringum þetta. Þetta bara að vera skemmtilegt, en það er svolítið erfitt líka. Já, ég skal vera gríla hérna heita á bókin, en mér fannst alltaf skemmtilegt að flétta í kringum hana, eða ekki kringum hana, heldur í gegnum hana. Svona þessi kapli hjallastefnuna og þessi hugmyndafræði og sem að skiptir svo miklu máli í dag, bara það að vera jákvæður. Já, það er einn af stórum grunnpóstum í hjallastefnunni. Það er að við veljum okkur sjónarhorn, sjáum þið til. Það er ekkert sem segir til að við þurfum að vera fórnarlöp aðstæðinu okkar. Við veljum okkur sjónarhorn, við veljum okkur hvernig við lítum á hlutina og hjallastefnufólk, við skuldbindum okkur hreinlega til þess að taka jákvætt á málum eftir fremsta megni, horfa á bjartari hlíðurnar, vinna lausna miðað. Við erum vissulega ákveðin og hreinskiptin, við brosum ekkert yfir hverju sem en fyrst og fremst jákvæðni, gleði, kærleikur og í 18 ár höfum við haldið því fram að þetta séu meðal megin markmiða í starfi með börn. Í dag segjum við bara í starfi með þjóðinni. Já, það er engin vanþörf á og þið talið líka nægjusemina hérna. Jú, það er líka búið að meðal megin markmiða okkar í 18 ár. Við höfum ekki flutt mikið inn af leikföngum í þetta land. Skólarnir okkar þurfa lítið, mjög lítið, við notum opin efni við, mikið úr náttúrunni og gerum mikið sjálf, eins og við hefum lesið Það er okkar meginstef og krakkarnir okkar, þau kunna bara búa til og þurfa lítið. Þannig að nægjusemi og að láta sér duga. Ég segi stundum það er hollt að láta sig vanta, þegar með meiri verður þá gleðin þegar eitthvað kemur og ég að mörguleyti þakklátt að krakkarnir okkar fái að upplifa þetta núna, að láta sig vanta. Það er hollt fyrir alla og það er búið að vera óhollt fyrir okkur að vanta aldrei neitt. En Halldór, þú þinn rekstur verður hvað 40 ára á næsta ári? Næsta ári, já. Búin að vera í rekstri í 40 ár, hvorki meira en ég minna þannig að þú reynt ýmislegt. Hvernig ert þú að upplifa tíman í dag, svona miðað við það sem að þú hefur, gengið í gegnum niðursveiflur og uppsveiflur og þú ert standandi og heldur betur meira en það hérna. Já. Ég nú ekki, blómstrar nú ekki eins vel og þú, ekki alveg. En sko, það sem Margrét Pála var að nefna áðan, þetta með nægjusemin og allt það, og kannski ekki að hafa ofgnútt af öllu, að Pétur Sæmundsson, bankastjóri innan bankanna gamla, hann hafði komist á svo orðið að það geti verið jafn slæmt að lána of mikið eins og lána of lítið. Og við erum kannski búin að fara dálítið mikið í gegnum svona ofgnótt af hlutunum. Ég hef nú svona smá þeóri í kringum þetta allt saman. Í samvættu útráðsum, þess að ég átti sprett í því hérna í gamla daga. Jú, þú ert alveg búin að reyna þetta. Án orðið var funduðu. Og ég hef hort á þetta þannig að við Íslendingar erum fámenn þjóð, en við eignumst afburða fólk með svona, eins og hver önnur þjóð bara, sjálfsagt í einhverjum hlutvöllum við fjölda íbúa. Og þetta afburða fólk, það sækir út á við, það fer í íþróttir eða listir. Við erum með góð dæmi, Björk á sínum tíma og Ásgeir Sigurvinsson og núna Eiður Smári og Arnór og svo framvegis og framvegis. Og þetta, öll erum við í keppni og þetta fólk fer út á hinn stóra vettfang og keppir og nær árangri. Og það sem ég þótti magnaðast við þessa útrás okkar var það, eigum við allt í einu svona marga? Getur það verið? Að við eigum allt í einu svona mikið afburðafólki? Vegna þess að til þess að alltaf fara að skáka heiminum, þá þarftu að hafa eitthvað sem að minnstótti stenst. Svo að ég svona horfði auðvitað glaður ánægður á þetta að gerast. En undrandi svona? Já, af því ég hef alltaf horft á þetta og svo þess að ef þú ætlar að fara út í hinn stóra heim og gera stóra hluti, að þá verður að hafa eitthvað sem að heimurinn býður eftir, sko. Þetta fólk hefur haft það sem að ég nefndi hann og fleiri til. Já, ég held nú að margir
haldi áfram að vera afburðamenn og í hópi þeirra sem að tóku þessa útrás voru vitaskuld bæði ævintýramenn og afburðamenn og ég trúi Íslendingar haldi áfram að vera þannig. En það er nú kallað til ábyrgðar núna mikið, fólk er mikið reykt í samfélaginu, við sáum hana borgarafundi í beinni. Hvaða áhrif hefur þetta ákveðnum breytingar á þig og hvað finnst þér í rauninni, kallar þú eftir þessum breytingum, meirihluti þjóðarinnar vill kosningar í síðasta lagi í vor? Já, ég orðin óskaplega þreytt á hugtækinu að axla ábyrgð. Því að ég ólst upp við það að axla ábyrgð væri ekki alltaf endilega að fólk gæti að hlaupa í burtu. Frekar en í hjónabandi að fara sundur ef eitthvað gengur erfiðlega. Að axla ábyrgð getur nú líka bara verið að taka vinnuna sína. Mér finnst, já, bæði þessi mótmæli og allt þetta ástand, það má líta á þetta frá hvaða sjónarhorni sem við viljum. Þetta eins og Laxness sem talar tindinn í Kinnarfjöllum fyrir norðan sem á sér 3 heiti, 2 heiti úr sitt hvorum hreppnum eftir því hvaðan horft og svo 3. heiti frá sjó. Og mér finnst þessi mótmæli að mörguleiti hafa sýnt að við erum vakandi þjóð og að fólk vill taka virkan þátt og hefur skoðanir og er reiðubúið að koma þeim á framfæri. Borgarafundurinn í Háskólabíói að sjá það að fólk að tala millilega lausbeint við valdamenn, það var mjög flott, ég var hrifin að því að mörgu leyti. Önnur hlið er síðan að ráðamenn og embættismenn vita að hér er engin sáttur við ástandið. Það er búið að koma því á framfæri og mörgu leyti er þar komið nóg. En þér finnst ekki í rauninni einhverju lausn í því að fólki segja af sér og það kom einhverju nýir í staðinn sem að þjóðin þá treysti betur? Í sjálfu sér ekki. Auðvitað kemur til þess að ég held að þessi stjórn sitt ekki út kjörtímabilið en það að hún hlaupi frá akkurat núna sé ég ekki að leysa nokkuð skapaðan hrærandi hlut. Og þvert á móti þá tek ég undir með Ingibjörgu Sólrúnu að það er verið að róa. Við höfum margar skoðanir og það er auðvelt að sitja hér og hafa vit á því hvernig það á að vera. Ég bara óska fólki góðs að róa í gegn og ég held að sé komin tími á að hvíla stórirðin og eggin og segja eins og Hagsín húsmóðir að vera næra bakhúr þessu. Hvað segir þú Halldór þetta? Kröfum breytingar og líka, það er margir sem segja, ég meina nú þurfum að byggja upp nýtt Ísland og nýta þetta tækifæri einhvern veginn til þess að hlúa að nýjum gildum, losna hérna við grækinu og samfélaginu og annað. Já. Hún mátti fara. Það sem það þarf að gera, það þarf að skapa ungu fólki tækifæri og það þarf að reyna að hjálpa fólki að komast í gegnum þetta því að það sem ég einmitt hlustaði á viðtal við prest fyrir norðan í kvöld í fréttum og það er svo hægt í því að sko hjónaböndin gefi sig, það er svo erfitt fyrir fólk að takast á við þetta og það er þess að gífurlega mikið að halda saman að fjölskyldur og hjón þau eiga kannski ekki langt hjónaband að baki en það hriktir í núna og það er svo gífurlega mikið að standa saman gegnum þetta því að ég kynntist því að þegar sko lítið fjölskylda bara er samstíga í þessu að brjóta þessi gegn erfiðleikana og klára sig að því. Það er bara gífurlega mikið. Og ég tek þú algjörlega undir þetta með þér. Ég vinn með börnum og ég heyri að þau vilja láta þetta þagna. Þau vilja ekki meira af þessari umræðu, þau vilja ekki meira fréttum. Og ég hef heyrt af foreldrum sem hafa bara slökkt á sjónvarpinu og eru farin að spila á kvöldin og reyna að ná bara jákvæðin og samstöðu inn á heimilið og losna við þessi áreiti. En ráðum ykkur ekki foreldrum að ræða þetta börni sinni eitthvað því það er svo mikið áreitið og heyra svo mikið? Vitaskuld, við höfum aldrei verið felum gamla börnum, við höfum alltaf að veita þeim upplýsingar. En við verðum að gefa þeim líka bjartsýni og von. Börn taka einhverja umræðu sem við vitum að er vissulega að einhver liti dægur umræða. Við höfum siglt í gegnum langan tíma. Síðustu 10 árin eru kannski óeðlilega ástandið á Íslandi. Ég er alveg upp við það að það var skortur á mörgu og við erum alveg vön því að fara í gegnum erfiðleika. En fyrir börn sem að þekkja ekki þá tíð og heyra umræðuna að það verði skortur á þessu og það eru peningavandræði og fólk missir heimilin og fólk fær ekki launin greitt. Þetta skapar hræðslu og ótta og óryggi og það er það hættulegast í mínum huga. Ekki það að þjóðin sé blöng í 5 eða 10 ár, ég vil ekki gera lítið úr því. En við erum ekki fátæk þjóð lengur. Við verðum að hafa kjarkinn til að halda áfram. Við verðum að gefa bjartsýnan tóninn og þá ekki síst eins og þú segir inn í einkalífið, inn í fjölskyldurnar og til barnan okkar. Því við ætlum okkur framtíð þar sem að við ætlum ekki að sitja í sárum endalaust. Við ætlum okkur áfram.
Þetta og líka afstæða til hlutana. Þetta er svona hugarástand því að sá sem að lendir í að missa heilsuna, honum þykir þetta kannski frekar léttvægt. Sá sem missir ástvin. Og þá verða þessir veraldlegu hlutir svo léttvægir. En það sem mér finnst núna, það er þessi spurningum að það er líka ákveðið svona, það næstu í rómantík í því að sjá hlutina breyta þannig að græðgisjónarmiðið og hæpi, þetta er svo mikið hæp líka. Það er svo mikið það er svo mikið ofboðslegu flottræfisháttur sem er búin að vera í þessu að það er bara skelfilegt og það er bara flott að fá, ég vil bara fá aftur gamla Melavöllin, ég vil fá aftur Útvegsbankann, Iðnaðarbankann, að fá meira af þessu gamla gömlu góðu gildi. Við erum að klára það, því þú ert eins og ég segi, búin að klára, við erum rétt að byrja Ég veit, það er rétt að við getum verið í þetta. Opbóðslega mikið væri ég til í að fá að heyra meira í ykkur og spjalla, en að því þú hefur þessa reynslu viðskiptalíðinni til 40 ára og hefur, hvað maður að segja, ýmsa fjörnarsvögg í þeim málum skilurðu, en hvað finnst þér svona það er efni í svona 2-3 svona. Er það ekki? 2-3 svona bækur. Sko, Jóhannes í Bónus, hann sagði eins og mig, og til hamingju með bókina. Já, þakka þér fyrir. Hann sagði, Halldór minn, ég ætla að gefa út bókina um þig. Hún á að heita, Hrakfallassaga Halldórs Einarssonar, bindi 1-5. Bindi 1-5, sko. Hrakfallassaga. Já, Hrakfallassaga. Ég sagði það, hún ætti að heita Stöngin inn, eða Stöngin út á öllu, því að ég kom mér oft í góð tækifæri, en stundum fór það illa. Ég er nú bara 50 sjáðu til, ég get alveg átt eftir nokkuð bindi. Það er aldrei að vita í hvaða númer ég enda. En segðu mér, þú veist, hvað fyrir fólk einmitt sem að það er svart framönda hjá mörgum og það er í sjálfu sér ekkert hægt að horfa framhjá því. Fyrir þig, hvað skiptir mestu máli fyrir þetta fólk að sjá ljós fyrir endagangana? Það er alveg líkjandi. Ég misti aldrei af því að sjá ljósið. Aldrei. Og þarna hafði ég líka stuðninginn frá bara fjölskyldunni. Þannig að núna nýt ég þess að Henson er að vera 40 ára, stendur gríðarlega vel, í rauninni nánast eina fyrirtæki, eða eitt af örfáum fyrirtækjum er að framleiða á Íslandi, fatnað, stöndum innflytjendunum langt framar. Það er ofboðslega gaman að geta sagt. Við erum að gera miklu flottari hluti, heldur en Adidas og Nike og þessi fyrirtæki er að gera. Það er meðal fyrir okkur. Mörgu, þetta er miklu flottari hluti. Já, það er frábært. Bara í lokin, vissulega, við erum að fara í gegnum gríðarlegan brimskafl. Ég dreg alls ekki úr því. En ég tel að það að horfa til einhverjar vonarstjörnu og setja bjartsýnni tón inn í umræðuna, að það er mikilvægt fyrir okkur og græðgisvæðingin hefur ekki bara snúist peninga. Hún er búin að snúast vegtillur og gráður og allt mögulegt. Allir hafa verið sókn eftir einhverju. Kannski er mörgum örlítið létt að við hægjum á okkur og ég segi með þér, Halldór, gömlu gildin aftur, þau virka og íslenska þjóðin, við höfum farið í gegnum það margt að við getum þetta líka. Og nota eitthvað af því mikla húsnæði sem nú er til þess að búa til aðstöðu fyrir ungt fólk sem vill fara út í einhverja framleiðslu, til þess að fá ódýrt húsnæði og fá smá aðstöðu og koma svo til gömlu jálkana eins og mín og fleiri og spyrja hvernig er best að gera þetta. Tækifæri í staðan fyrir vandamál. Þú ert opið til þess að gefa fólki ráð. Ekki of lengi í senn samt. Halldór, maður sé bara gaman að fá okkur og góða helgi. Takk sömuleiðis.